Góðan daginn og verið velkomin hingað á Kirkjusand. Ég heiti Halldóra Skúladóttir og ég starfa hjá fjárfestingu VFIB. Og við hjá VFIB höfum lagt mikið upp á fræðslu og því þótti okkur við kjörið tækifæri að bjóða upp á fund um atburði liðinna daga. Þetta eru atburðir sem hafa verið mikið í umræðinni og fengið mikla fjölmiðla umfjöllun. Hann Vignir Þór Sverrisson, samstarfsmaður minn hjá fjárfestingu VFIB, hann hefur tekið saman kynningu efnið sem hann mun fara yfir hér á eftir og vil endilega hvetja ykkur til að koma með allar spurningar sem að kunna vakna á meðan fyrirlesturinn varir, en við ætlum að hafa allar spurningar eftir kynninguna. Við ætlum að vera hérna saman í hálftíma, en við starfsfólki munum hins vegar vera hér áfram, þannig að ef þið viljið eitthvað spjalla á fundi loknum þá er það alveg velkomið. En nú gef ég Vigni orðið. Gjörðu svo vel. Góðan daginn. Þetta aldeilis búið að vera skemmtileg vika á fjármálamörkuðum og svona sérstaklega komið í vinnuna á mánudaginn og fylgjast með opnunin í Bandaríkjunum og sjá allt í einu þar alla fyrirsagnirnar sem komu, Dow Jones niður tæp 1000 stig, ekki lækkað svona mikið síðan í fjármálahruninu og það vöknuðu rosalega margar spurningar hvernig hagkerfið okkar statt hérna í heiminum. Og til þess að fara yfir það sem gerist í vikunni, að þá þurfum við aðeins að líta á svona stærri myndina til að átta okkur kannski líka aðeins á grunninum. Hvað er að valda þessum óróa á hlutabréfamörkuðum? Og þannig við munum svona byrja á því að fara aðeins yfir kannski grunninn, hvernig Kína hvað er búið að gerast kannski í hagkerfum heimsins og svo munum við taka sérstaklega fyrir þessa viku og hvað er búið að gerast þar. Og skulum bara vinda okkur bara beint í þetta, okkur ekki neitt af vanbúnaði og ef við byrjum bara að horfa á grunninn að þessu, af hverju skiptir Kína svona miklu máli? Og náttúrulega eins og við horfum og þekkjum að þá hefur kínverska hagkerfið verið að vaxa alveg gríðarlega. Og það er árið 2009, það með minni, sem að Kína fer fram úr Japan sem annars stærsta hagkerfi heimsins. Og bara til þess að setja það í samhengi þá setti ég líka þarna inn evrusvæðið og sjá að Kína er sirka 13,3% af heildarþjóðarframleiðslu heimsins. Þannig að þetta er mjög stórt svæði og ef við lítum aðeins bara einhver 6-8 ár tilbaka að þá er þetta svæði sem var fyrir neðan Japan og er núna rúmlega 2-falt stærra heldur en japanska hagkerfið. Vöxturinn þarna er náttúrulega fyrst og fremst komið frá því að það er búið að vera endurbætur sem að kommunistaflokkurinn er búinn að vera að keyra í gegn. Þarna erum við að horfa á uppkomu millistéttarinnar. Við erum búin að sjá mikla auðsöfnun þar og líka breyttar neysluvenjur og eins líka mikla fjárfestingar í innviðum ríkisins og varðandi nýbyggingar, atvinnusköpun, fyrirtæki á markað og allt slíkt. Og þannig við sjáum þarna að Kína er að nálgast Bandaríkin, þó svo að Bandaríkin sé ennþá stærsta hagkerfið, en þá er Kína þarna númer 2. Og bara til þess að setja þetta í samhengi við atburðina sem við höfum verið að horfa á hingað til eins og í Evrópu, við höfum hort mikið á Grikkland og sagt óróinn sem kom hérna í kringum Grikklandskrísuna, hvort að þeir væru að fara ekki standa við sína skuldbindingar, hvort að þeir væru að fara á hausinn og hvað áhrif það hefði, að þá er Grikkland í kringum 0,3% af þjóðarframleiðslu heimsins. Og ef við horfum svo aftur á Úkraínu sem var líka ákveðið svona atburður nýliðins árs sem að olli svona ákveðin umróti á mörkuðum, að þá er það 0,17% af þjóðarframleiðslu heimsins. Þannig að Kína er rosalega stórt í þessu samhengi. Og ef við horfum líka náttúrulega kannski í Grikklands óróinn, þó svo að sé ekki nema 0,3% af þjóðarframleiðslu heimsins, að þá var það kannski fyrst og fremst áhrifin inn á hérna eins og ég bendi á hér evrusvæðið sem að hafði áhrif þar á. Hvað það myndi þýða fyrir þetta svæði sem er að skila kringum 17,2% af heildarþjóðarframleiðslu heimsins. En þessi vöxtur í Kína er búinn að vera alveg ævintýralegur og hefur haldið áfram. Og ef við horfum bara á hagvaxtartölur sem er á þessari mynd, að þá sjáum við að Kína var að vaxa með við síðustu tölur kringum 7% yfir árið á öðrum ársfjórðungi. Og þetta eru tölur bara rauntölur á hagkerfinu með við annan ársfjórðung. Og þarna sjáum við það að Kína og Indland eru þau svæði í heiminum sem eru að vaxa hvað mest. Á móti þá horfum við á svæði eins og Japan sem er bara rétt undir nullinu, undir 1% af þessu. Og ef við berum saman til japanska hagkerfið og það kínverska, að þá eru Japanir að eiga við það að þeir eru með
fólksfjölda sem að eldast mikið, það ekki mikið nýliðun í vinnuaflinu, ellilífeyrisþegum að fjölga og lífslíkur eru líka batna, þannig að það eru færri vinnandi fyrir hvern eftirlaunaþega. En aftur á móti ef við horfum á Kína, þá var öll þessi viðbót inn í vinnuaflið, öll þessi mikla aukning bæði á millistétt og vinnandi og líka þessi miklu peningur sem hefur verið þar í umferð, sem að skapa hana mikla hagvöxt. Og þessi hagvöxtur birtur af kínverskum stjórnvöldum og menn hafa sett vissulega spurningamerki við þessar tölur og hversu langvarandi 7% vöxtur getur verið, en við höfum séð þessar tölur vera að lækka núna. Og við erum meira að sjá það núna að langtímaspár eru farnar að kringu 2020 farnar að koma niður fyrir 6%. Þannig það aðeins að hægjast á, en spurningin hvað gerist ef það hægjast mjög hratt á í þessu kerfi. Og það nákvæmlega það sem óróinn snýst núna á mörkuðum. Og ef við horfum svo aðeins lengra inn í framtíðina, af hverju Kína skiptir svona miklu máli, að þá kannski horfum við það að samkvæmt spám Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, að þá Kína sirka þriðjungur af framlagi til hagvaxtar í heiminum á árunum 2010 til 2020. Þannig að 30% rúm að koma þarna inn. Spár eru svolítið á reiki þarna og ég sé tölur allt upp undir 50% framlagi Kína til hagvaxtar í heiminum. Og þannig að þegar það högtir í þessu kerfi þá hefur áhrif á allan heimsbúskapinn. Á meðan að kannski spár í heimsbúskapnum einhvers 2,3–2,5% vöxtur, að ef það högtir í Kína þá hefur það gífurlega mikil áhrif. Og við sjáum þarna bara til samanburðar önnur svæði að ef við bara rétt summurum saman, til dæmis eins og bæði evrusvæði, Bandaríkin og Kína, þá erum við komið 75% af framlagi til hagvaxtar. Þannig að þessi 3 svæði eru alveg gífurlega mikilvæg fyrir heimsbúskapinn. Og ekki bara heimsbúskapinn, heldur líka það þessi mikla aukning í Kína, bæði á fólksfjölda og annað, að þetta hefur bein áhrif á fyrirtæki í heiminum. Og það þarf bara ekki annað en að fletta bara jafnvel bílablöðum til þess að fylgjast með hverju nýjustu sölutölur BMW eða Audi eða Nissan og fleiri eru inn á Kínamarkað. Og hvað þá ef við horfum á neytendavörur eins og eru mjög vinsælar, eins og Apple. Og bara sem dæmi hvað áhrif þessi miklu vöxtur í Kína hefur haft á fyrirtæki, að þá ég hér búinn að setja upp sem sagt tekjur Apple í Kína í $milljörðum sem þá vinstri ásinn, og sem hlutfalla heildartekjum á hægri ásnum. Og þarna sjáum við það bara á 4. ársfjórðungi 2012 að þá þetta tæplega $6 milljarðar sem að koma frá Kína. Og við berum það saman til dæmis við síðustu 3 fjórðunga að þá þetta nær því að vera á byrjunni $15–16 milljarðar á bara rétt einhverju 3 árum. Þannig að tekjuvöxtur Apple komið mikið þarna inn. Og þetta eru þá orðið í heildina í kringum 25% af heildartekjum Apple að koma frá Kínamarkaði. Þannig að þegar að kínverski neytandinn fer að minni pening eða fer að högta í hagvaxtartölum þar og menn sjá að séu meiri vandræði þarna, að þá hefur að beina áhrif eins og smitaáhrif inn á þessi fyrirtæki. Og bara sem dæmi á mánudaginn, það var ótrúlegt að fylgjast með innandagsveiflum á Apple. Strax við opnun að þá lækkaði Apple 13%. Þetta er stærsta fyrirtæki heims. Það lækkaði 13% bara við opnun. 2 tímum síðar þá var fyrirtækið komið upp 17%. Þannig það var komið í plúsi við daginn. Og vísu var það einhver tölvupóstur sem að mönnum barst og ber ekki alveg saman hver hafði sent hann eða hver hafði fengið hann frá Tim Cook sem sagði bara salin okkar í Kína bara góð og heldur áfram að vera góð. Þannig að þetta eru svona sýning hvaða áhrif þetta hefur á þessi fyrirtæki sem treyst á nýmarkaðsvöxt. En það ekki bara þessar neytendavörur og bílar og annað sem að vestræn ríki að setja þarna inn. Heldur það líka þessi hrávörumarkaðir sem hafa verið mikið í sviðsljósinu núna. Og ef við horfum bara á þessa mynd sem ég hef hér uppi, þá sýnir þetta hlutdeild Kínverja á hrávörumarkaðinum. Þannig hvað eru þeir að taka til sín mikið af hrávöru og nota. Og þarna sjáum við það að Kínverjar að nota yfir 50% af öllu áli í heiminum, eru með helmingin öllu nikkel í heiminum og tæplega helmingin af koparrennslinni. Þannig að allir svona iðnaðarmálmar og þessi stóru málmar sem þurfa í uppbyggingu og þeirra hagvöxtur að taka við sér að fara beint inn til Kína. Og við hér á Íslandi við þekkjum nú áli mjög vel og sjáum líka hvernig álverðið búið að vera að lækka mikið. Og ég held að sé mitt samstarfsfélagi með Haraldur Gunnarsson sagði að miðað við þessa mynd að það var ekkert
óeðlilegt að þegar Kína hóstar að þá far alheimurinn flensu. Þannig að þetta er svo mikið neysla þarna sem á þessum hráurum. Og við tökum þarna eftir líka í þriðju línunni, lengst til hægri, að þar til dæmis olían, að þeir eru 12% notendur olíu og þannig að það er ekki beint að segja kannski að hægagangur í Kína sé bara það sem er búið að lækka olíuverðið, heldur það eru stærri öfl þar á baki. Til dæmis í olíunni þá er það þessi offramleiðsla á olíunni, við erum að horfa á mikla birgðasöfnum í Bandaríkjunum og svona kannski líka hagkerfi bara almennt í heiminum eru farin að reyja minna á olíuna. En allt sýnir þetta kannski okkur að kínverska hagkerfi er að vera rosalega stórt, það er í rosalegu vexti og spurningin er þá hvað áhrif hefur það þegar fyrir aðeins að högta. Og það er nákvæmlega sem að gerðist núna á þessum dögum og ef við horfum bara á langtíma vísitölurnar þá er hér á vinstri á Shanghai Composite vísitalan frá 2013. Þetta er rúmlega 2 ára graf og svo setti ég þarna inn til gamans og til þess að útskýra kannski frekar sveifluna sem sagt skuldsetning á kínverska markaðnum. Þetta eru gögn sem haldið utanum og þetta er svokallaðar margin accounts og það sem að Kínverjar voru að losa þessu sín bara fjármagnsflæði að þá lækkuðu stýrivexti, bætti aðeins peninginn í hagkerfið og gerðu fólki einfaldara að taka lán til hlutabréfakaupa. Og við hér á Íslandi sjáum þetta kannski alveg, höfum séð þessa svipuðu þróun kannski þegar úrvalsvísitalan fór í 9.000 stig. Að þá var aukin skuldsetning sem kom í kjölfarið. En þannig sjáum við nánast að bein tenging er á milli aukningar á skuldsetningu í Kína á hlutabréfamarkaðinum og hækkunarinnar. Þannig að fólk var að taka lán til þess að kaupa hlutabréf. Og það sem er sérstakt við kínverska markaðinn að því leytinu til hverjir það eru sem eru þá að taka lán er að þetta eru í fæstum tilvikum fagfjárfestar. Kínverski markaðurinn er fyrst og fremst drifinn áfram af einstaklingum og til dæmis eru ríkis lífeyrissjóður og annað ekki bara nýlega og þá er ég að tala bara á undanförnum dögum sem eru að fengi heimild til þess að fjárfesta í hlutabréfum. Þannig þetta er það sem er kallað í Bandaríkjunum svona mom and pop investing. Þannig þetta eru einstaklingarnir. Og þegar við sjáum náttúrulega svona topp eins og við sáum þarna miðbik ársins að þeirra fer að lækka og þeir eru með skuldsett kaup að hvað gerist þá? Að þá komið veðkall. Þú verður annarkvort að bæta í tryggingar til þess að mæta því að þú ætlar að halda bréfunum áfram eða þú þarft að selja því. Og það er nákvæmlega sem gerist þarna að fólk gat ekki sett meiri peningin á hlutabréfamarkaðinn, þá kom salan. Og þá þurfti að selja mjög hratt og þegar fyrsti þarf að selja, þá sagði númer 2 þarf að selja, númer 3 þarf að fara að selja og þannig það spírall niður. En þetta er svona kannski aðeins svona sögulegt hvað hefur verið að gerast svona á þessi tímabili. En þarna er í orðsins fyllstu búið að vera algjört fjárfestingaræði. Og þetta er eina af mínum uppáhaldsmyndum af kínverska markaðinum hérna niðri til vinstri. Það sem að bananasölumaðurinn út á horni er með bananana uppi til sölu en hann situr við fartölvuna sína og er eiga viðskipti á hlutabréfamarkaðinum. Og ég lofa ykkur því, þetta er ekki photoshopuð mynd. Þetta var nákvæmlega svona. Og sagan til dæmis eins og ég var að horfa á núna í vikunni af verið bóndanum sem fór með vöruna sína inn til Shanghai, var að selja og hitta einhverja sem var að selja sína vöru til, hvort það voru epli að minnir. Svo kom hann tilbaka í þorpið sitt og sagði, heyrðu, það er allir að tala með þessu hlutabréf. Það er allir að græða rosa mikið peninga á þessu hlutabréfum. Og fór að fylgjast með þessu, hann fór að kaupa hlutabréf og þannig að þorpið setti upp miðlæga tölvumiðstöð, svona day trading miðstöð, þar sem að þorpsbúarnir komu á milli sem voru að sinna uppskjörinni að eiga viðskipti á hlutabréfamarkaðinum. Og það er mér svona skemmtilegt að vísa til þess líka að kínverski hlutabréfamarkaðurinn með skrítinn opnunartíma, að hann opnar 9:30 á mótnana og hann lokar 11:30. Og svo opnar hann aftur í 1 og er opinn til 3. Þannig að menn tölum það að þetta væri fullkomið tækifæri fyrir einmitt bændur að þeir geti sinnt uppskjörinn á milli þess að markaðurinn er lokaður. En þetta er bara nákvæmlega svona staðan og við erum að sjá miklu fleiri fréttir koma núna út. Það sem að bændur sem voru að fá meira út úr því að eiga viðskipti með hlutabréf eru bara að reyna að tapa öllu sínu núna og rúmlega það. En nýliðin vika, við skulum þá vinda okkur aðeins í hana, að þetta var virkilega áhugaverð vika sér í lagi að við fengum mikla lækkanir á mjög skömmum tíma
og svo er mér svona áhvert að sjá það til mig eins og í morgun að þá hækkaði Shanghai Composite vísitalan tæp 5% bara í lok markaðar. Þannig að við sjáum svona að þetta er búið að fara mikið niður vissulega en þetta kemur líka svona hratt tilbaka. En það eru samt nokkur atriði sem við verðum að tæpa á til þess að setja þetta í svona rétt samhengi hvað er búið að vera að gerast. Og þá þurfum við að horfa á stöðuna sem við erum í dag og af hverju þessi skelfing greip sig. Sko í fyrsta lagi þá erum við í einhverju þetta er lengsta hækkunartímabil í Bandaríkjunum og bara frá síðari heimsstyrjöld. Og það er bara, maður fylgdist alltaf með þessu í byrjun árs. Það kom alltaf í mars þetta er 7. lengsta hækkunarskeiðið. Svo kom leið 1 mánuður, þetta er 5. lengsta hækkunarskeiðið. Og svo núna er það orðið lengsta hækkunarskeiðið. Þannig að markaðir í Bandaríkjunum hafa til dæmis verið að hækka og yfir 200% frá lægsta punkti eftir hrun. Þannig að það er búið að vera rosalega góð ávöxtun á þessum mörkuðum. Annað sem er þarna er að það eru sumar hagtölur sem hafa verið að valda vonbrigðum í Bandaríkjunum og atvinnutölurnar hafa verið að koma niður til dæmis í Bandaríkjunum, atvinnuleysi svona kringum 5%, en það hefur líka verið gífurleg fækkun í vinnuaflunar. Og bara sem dæmi held ég að þessu undanfarnu 3-5 árum að þá hefur vinnandi fólki í Bandaríkjunum fækkað 5 milljónir. Þannig að það setur það svona í samhengi við, og þetta sé 62% atvinnuþátttaka í Bandaríkjunum, það er 84% hér, 84% til 86% á Íslandi. En líka það að smásalan var svolítið brösótt í Bandaríkjunum í sumar. Við vorum með mikla birgðasöfnun hjá fyrirtækjum, okkur að þeir áttu að vera að losa birgðirnar. Og við höfum séð líka ákveðin svona ummerki það ákveðin fyrirtæki gera sérstaklega í miðríkjunum sem að snúa olíuvinnslu og hafa átt frekar erfitt uppdráttar og verið að segja upp fólki þar. En svo eru þessar væntingar vaxtahækkanir í Bandaríkjunum og við fórum að fá þjóðarframleiðslutölur í Bandaríkjunum í gær þar sem var 3,4% vöxtur í hagkerfinu, töluvert meiri heldur en menn þorðu að vona. Það spár hafi verið að þetta ætti að vera kringum 3,2 en voru 3,4 þannig að það var mjög jákvætt fyrir hagkerfið og menn setja það aftur hvort að Seðlabankinn fara að hækka vexti í september eða ekki. En Seðlabankinn hefur líka verið með svokallaða magnbundna íhlutun og á þeim fundi sem við hjá VFB vorum með hér fyrra árinu fórum við svolítið vel yfir hana að Seðlabankinn hefur verið tregur til þess að vera með einhverjar aðhaldsaðgerðir í hagkerfinu eða það er að segja að fara að stífa hagkerfið aðeins meira af þegar hlutabréfamarkaðurinn hefur verið að lækka. Og núna fáum við þessa miklu lækkun núna, þannig þá er spurning hvað verður í raun vaxtastíg, hvort þeir fara að hækka það. Við höfum líka verið með samfellda lækkun á olíuverði og Bandaríkjamenn og aðrir eru náttúrulega olíuframleiðsluríkin hafa aðeins farið illa út af því og þannig að einhvað högg í þjóðarframleiðslu Kína sem hefur áhrif á heimsbúskapinn var ekki kannski hjálpa til. Og þessar væntingar þá þessar hagvaxtarhorfur í heiminum að þær hafa verið að koma niður og þið sáu hvað Kína var stór drifkraftur í hagvexti í heiminum þannig að ef það fer að lækka líka annars staðar þá verður það svona ákveðin áhrif á fjárfesta sem fara að hugsa þá kannski ætti ég kannski að fara að taka smá áhættu af markaðnum. En svo er líka að verðlagning hlutabréfa í Bandaríkjunum hefur verið til svona hlutfallslega há miðað við til Evrópu og Asíu og þannig að það var markaðurinn kannski oft verið horft á hann sem svolítið yfirspenntan. Vaffagildin var nokkuð há, price to book var nokkuð há, arðgreiðslu hlutdeild sem ekki kannski réttlætt verðlagninguna. En svo voru líka fjárfestar og við sjáum það í þeim skýrslum sem við höfum fengið fyrir júlí frá okkar samstarfsaðilum að það var byrjað að tóna þess niður áhættu í verðbréfasöfnum í júlí. Þannig að það var aðeins byrjað að færa úr áhættusömum eignum. Svo er þetta viðmælandi gjaldmiðlastríð og þeir sem að fylgjast kannski með gjaldmiðlum að sjá til dæmis hvernig japanska jenið er búið að vera að hreyfast núna á móti dollar, búin að vera að veikjast mikið til þess að reyna að bæta samkeppnisstöðuna þar og fleiri þjóðir eins og nýmarkaðsríki hafa verið að veikja sína mynt til þess að bæta samkeppnisstöðu og margir sem sér reglulega fyrirsagnir er gjaldmiðlastríð í uppsiglingu. Það er allavega mín skoðun að það er búið að vera hérna í nokkur ár. Bæði það við sjáum hvernig dollarinn fór á sínu tíma þegar krossin fór hérna upp í 1,45 og þar við og við sjáum það líka núna bara í Asíuríkjunum og nýmarkaðsríkjunum. En svo er þessi síðasti punktur sem er aðeins tæknilega flóknari en við höfum bent á hann líka af velendum aðila að Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn er að breyta myntkörfu sinni núna og er að skoða það að taka inn kínverska gjaldmiðlinn, hwanið,
inn í myntkörfunni sem hann notar, svona sérstök dráttarréttindi, SDR, og það sem þeir nota til dæmis þegar þeir eru að setja inn björgunarpakka, þá fá viðkomandi ríki einhverja myntir og Kínverjarnir vilja sem að sín mynd sé þar, og þannig að svona kerfisbundin veiking myndi aðeins bæta þeirra stöðu í því. Þannig að það er svona partur af þessu gjaldmiðlastríði. En ef við horfum svona á vísitölunar og hvað raunverulega gerðist, og þarna náði ég að setja inn í morgun gildin á Shanghai Composite vísitölunni, og þannig að sjá þessa helstu vísitölur, að sjá að þetta er til dæmis skörp lækkun hérna á skömmum tíma sem að kemur svona bara tilbaka á síðustu dögum. En ef við horfum samt aftur eins og fyrir kínverska markaðinn, að kínverski markaðinn er samt upp síðastliðið ár tæp 40%. Hærra, þetta eru tölum við gærdaginn, hærra miðvikudaginn í dag. Þannig það er ekki eins og það sé búið að vera gífurlega slæm ávöxtun þarna, það er kannski meira að vera þurrk út þennan topp. Og til dæmis eins og bara 2015 tölurnar þarna, að Shanghai markaðurinn er á þessu ári núna komin í 0. Þannig hann er flatur yfir ár. En allar svona snögga breytingar hafa gífurlega áhrif á markaðinn og setur svona, eins og segi, svona hræðslustuðulinn svolítið hátt. Og við höfum líka tekið eftir fjölmiðlaumfjölluninni, bæði hér heima og erlendis, að það er allir búin að taka eftir þessu. Og við sjáum það að þetta voru kannski fyrst og fremst einhverju 2-3 dagar, svo snýr þetta við, en þetta er samt þannig að sko Shanghai vísitalan er niður 15%. Og við ætlum einmitt að kíkja aðeins nánar á hana, hvað gerðist nákvæmlega þar, svona á næstu glæru. Og hérna tek ég inn nokkra punkta sem er áhugavert að vísa til þegar við förum yfir hvað gerðist á þessum markaði. Og viðbrögðin náttúrulega eru afleita af því hvernig markaðurinn er að bregðast við í Evrópu, að það er beina afleiðing af þessum aðgerðum sem voru meðal annars í Kína. En einn áhugaverður punktur hérna sem ég varð eiginlega að taka með í staðinn fyrir að taka bara þetta stutta tímabil núna í þessari viku, það var 10. júlí. Þá er markaðurinn búinn að vera að lækka nokkuð stöðugt, en þetta er sérstakur dagur á því leytinu til að markaðurinn breytir stefnu innan dagsins 16 sinnum. Þannig að fyrir plus eða mínus 16 sinnum yfir daginn. Þannig að það er rosalega stefnuleysi á markaðnum. Það er eins og einhver sé að reyna að koma inn, einhver sem þá fer að selja á móti. Þannig að það er ekkert svona eins og við köllum ekkert trend, engin leikni í markaðnum. Og þetta er svona fyrsta merki kannski að það sé einhver órói þarna. En ef við færum svo okkur aðeins næri tíma, þá byrjar þetta umrót sem er núna, byrjar í raun á því og sjáum það að lækkanir í Bandaríkjunum hófust meðal annars á þessum tíma, er að 11. til 14. ágúst að þá fer Seðlabanki Kína kerfisbundið að veikja myntina sína. Og menn segja, ok, af hverju er hann að veikja myntina sína? Margir segja þessi út af þessu samstarfið og vilja til að koma inn í alþjóða gjaldeyrisjóðs myntkörfuna, en aðrir segja, er þetta í alvörinu svo slæmt hjá þeim að hagvöxturinn er það undir væntingum að þeir þurfa að veikja myntina sína til þess að bæta samkeppnisstöðu sína. Og ef maður horfir á myntina, kínversku myntina móti öðrum nýmarkaðsmyntum, að það voru miklu sterkari heldur en þær nýmarkaðsmyntir, þess að þær búin að veikjast á árinu, og menn að kínverski gjaldmiðillinn er meira tengdur dollarnum sem var búin að vera styrkjast mikið. Þannig að þarna fóru þeir að veikja gjaldmiðilinn kerfisbundi og menn sem þeir eru að bæta samkeppnina. Er þetta, vilja auka útflutning? Er eitthvað að högta? Þetta eru spurningar sem komu bara upp og menn áttu erfitt með svarin að bara að taka smá áhættu af markaðnum. Þannig 18. ágúst að þá lækkar gjaldmiðillinn þrátt fyrir að þeir í rauninni eru að hækka viðmiðunargengi sitt. Og sem var bara sýndi það að kínversk stjórnvöld höfðu ekki alveg stjórn á gjaldmiðlinum eins og þau vildu. 24. ágúst, þarna leið og við förum að lækka mjög hratt, þá kemur tilkynning, fyrsta sinna tegundar þarna, það sem að ríkið heimilar ríkislífeyrissjóðnum að eiga alltaf 30% í hlutabréfum. Það er ekkert verið inn á hlutabréfamarkaðnum áður eins og ég sagði, þetta er fyrst og fremst einstaklingardrifinn markaður og þarna fá lífeyrissjóðir heimild til þess að kaupa. Og þetta er gert bara til þess að grípa markaðinn, fá fleiri kaupendur inn á markaðinn. 25. ágúst, þá er létt á bindiskyldu bankana og vextir eru lækkaðir í 4,6%. Þannig að þeir fara aftur í svona neyðaraðgerðir að reyna að stemma stigu við lækkununa. Og þetta er svona tekið mjög fagnandi í Evrópu og Bandaríkjunum og markaðurinn snúa við. Og svo 27. ágúst að þá setti Seðlabankinn 23,4 milljarða dollara inn á markaðinn til þess að losa lausafé. Eins og ég segi, skuldsett kaup, fólk þarf að losa, vantar lausafé, þá
þannig að dæla bara peningum inn í hagkerfið. En það eru aðrar aðgerðir hérna sem vert að líta til og svona til þess að fá svona góðu samhengi í þetta. Ríkisstjórnin í Kína hefur beint verið að kaupa hlutabréf í gegnum miðlanir. Við höfum könnumst alveg þetta frá öðrum mörkuðum þar sem að svona magnbundar íhlutanir í Bandaríkjunum hafa verið, en þeir eru beint bara að láta peningi inn í miðlanir, bara verðbréfamiðlanir og segja bara þeir eru að fara að kaupa hlutabréf. Og þeir bara kaupa hlutabréf. $60 milljarðar. Þeir eru búin að setja $40 milljarðar til svæða sem þurfa að auka hagvöxt. Þetta var bein innspýting í kerfið, bara þið þurfa að kæra hér að þið þurfa að auka hagvöxt í okkur, hér er peningur farið að gera eitthvað, komið kerfin í gang. Þeir tilkynna auknar innviðafjárfestingar og þetta er allt frá því í júní, alveg því. Auknar fjárfestingar ríkisins í innviðum, vegir, brýr, veitukerfi og allt slíkt. Og þeir stöðva viðskipti með helming fyrirtæki í kauphöllinni en bara sölupantanir. Þeir banna sölupantanir á markaðum. Þú mátt ekki setja inn sölupantanir. Heilbrigður markaður. Og stórum hlutum var bannað að selja hlutabréf í félögunum sem þeir eiga í 6 mánuði. Og þeir tóku sérstaklega fram að það eru harðar refsingar ef þeir myndi brjóta þetta. Og ég veit að ekki mikkur en ég var ekki til í að vera beittur hörðum refsingum í Kína. En nýskráningum félaga var frestað og það er mjög sérstakt eins og með nýskráningar í Kína að ríkisstjórnin þarf að samþykkja þær, þeir þurfa að samþykkja verðlagninguna og ef félagið eru of dýrt þá er í hent að markaði. Þannig að það er ekkert óeðlilegt að þegar félagið skráð á markað að það hækki 300% rúmlega á 10 dögum eftir skráningu. En VAFA-gildin þarna líka eru mjög há, kringum 200, þannig að allir fóru bara og keyptu hlutabréfin og þetta rauk upp. Og þetta eru hærri gildi heldur en sá nokkuð tíman í tæknibólunni hjá okkur. Stýrivextir eru lægstu gildum og tryggingar í viðskiptum voru víkkaðar nýlega í þessu og þannig að veð í húsnæði var leyfileg sem trygging. Þannig að ef þú varst búin að tapa á hlutabréfunum þínum, þá þurftir ekki að taka lán út á húsið þitt, heldur fórstu bara með pappírinn og fékkst bara veð í húsinu. Áður er þannig að þú þarft að fara í bankann og taka lán, svo gastu keypt hlutabréf, núna gastu bara komið húsið þitt og sett upp sem tryggingu. Og svo er kerfisbundin veiking gjaldmiðilsins. Og spurningin, stóra spurningin það, ríkir traust á milli markaðsaðilana. Þegar þið horfið á þessu upptalningu sem ég er búin að vera með hér, myndið þið treysta ykkur til að fjárfesta inn á markaðnum. Myndið þið segja að hagkerfið væri allt í lagi. Og þetta er það sem er að valda þessum óróa á markaðnum núna, að menn hafa ekki endilega trú á því að allt sé í raun í lagi. En bara svona fyrst við erum með stuttafund að það er ágætt að draga þetta aðeins saman svona að lokum. Að flesti markaðsaðilar eru að búast við áframhaldandi sveiflum á mörkuðum og við verðum náttúrulega með einhver svona afleidd áhrif af veikingu gjaldmiðla inn á markaðinn, þar sem að tekjuvöxtur félaga sem að treysta á kaup nýmarkaðsríkja í vörum sínum. Að það kannski dregst saman þegar það verið dýrara fyrir það að kaupa gjaldmiðil. Og að beina áhrif á Ísland, við beðum að fjalla aðeins þetta er kannski þau eru takmörkuð, utanríkisviðskipti okkar eru kringum 1% við þetta, en að sama skapi ef félag er að treysta mikið á nýmarkaðsríki eða Kína í sinni sölu, að þá gæti það haft áhrif á tekjuvöxt félagsins í þeirri mynd. Hrávöruverðslækkanirnar hafa haft jákvæð áhrif á flest hagkerfi sem eru náttúrulega ekki olíudrifin. Við sjáum það til dæmis eins og hvernig norska krónan er búin að fara út úr hrávöruverðslækkununum. Gífurleg lækkun á þeim gjaldmiðli. Það er talið ólíklegt að Seðlabanki Bandaríkjanna hækki vexti í september. Hagvaxtartölurnar í gær settu það svolítið í uppnám eins og það voru það góðar. En almennt þá eru svona helstu spekingar að spá því að þeir geri það ekki. Og bara það er kannski aðeins svona úr takti að maður fara að hækka stýrivexti ofan í svona mikla lækkanir. En stóra spurningin er bara hvort að kínversku stjórnvöldum takist að skapa traust á efnahag landsins. Ef það tekst þá myndar svona smá ró á markaðnum aftur, en ef það halda áfram að koma svona vondafréttir eða skrýtnar íhlutanir, að þá gætu við alveg séð fram á einhvers konar sveiflur áfram. En menn er ekki sammála um það hvað raunverulega sé í gangi, og líka hagtölurnar frá Kína eru svolítið bara koma frá kínversku stjórnvöldum, ólíkt því sem er eins og hér miðlægar stofnanir sem eru undir eftirliti hér. En þetta er svona það sem ég vildi færa fram, og ég vona að sé allan einhverju nær það sem búið að gerast í þessari viku og kannski líka orsökin á því.
Við hjá VFB höfum náttúrulega verið að leggja okkar lóð- og vogarskálanir bæði í fræðslu erlenda markaði og líka erum við náttúrulega að stýra eignum fyrir okkar viðskiptavini í erlendri eign. Og bara ef þið hafið einhverjar frekari spurningar þá hvet ég náttúrulega bara til þess að hafa samband við okkur. Núna loknum þessu fundi þá náttúrulega verðum við starfsfólki hér áfram og þannig erum með einhverjar spurningar. Þá erum meira en til í að svara þeim. En að öðru leyti bara þakka þér kærlega fyrir.